Rúmeníu, þeir hafa ekki nóg tökum á verðbólgu, þar eru vextir töluvert hærri en á Íslandi, sömuleiðis í Ungverjalandi, en í Póllandi og Tékklandi eru þeir eitthvað lægri en hér, en ef maður tekur sko nafnvextina af ríkisskuldum þar og dregur frá verðbólgu, þá eru raunvextir þar ekki lægri heldur en hér. Þannig að ganga í Evrópusambandið og ganga í og taka upp evruna, það er ekkert lausn á þeim vandamálum sem við stöndum frammi fyrir í dag. Ég ætla að láta reyna þess á þessa hugmyndir þetta ég vissi ekki ég væri komið með Ásgeir Brynjar Torfason í settið. Það sem að þínar hugleiðingar hljóma bara eins og náttúrulega bara eins og New Monetary Policy della Það sem að við þurfum náttúrulega að gera okkur grein fyrir að við viljum hafa hérna samkeppnishæfa mynt sem að þýðir það og þú ert mikið í fjárfestingu þannig að þú veist að okkar fjárfestingar hvað eru við 80% í samskiptum eða viðskiptum við Evrópu sem að þýðir það að fjármagnskostnaður bara úr því að breyta yfir í aðra mynt er alveg gríðarlegur. Það myndi straumlínulega öll kerfi ef við varum með samkeppnishæfa mynt og eins og þú veist líka vel að það að við myndum gangast undir evruna, ég veit alveg að Spánverjar og Ítalir og fleiri eru að fara að taka sína síðustu en ef að við erum í meiri útflutningi jafnmiklum útflutningi en við getum gert upp í samkeppnishæfri mynt að það myndum við náttúrulega miklu meira græða því að hafa þessa samkeppnishæfu mynt. Við erum náttúrulega bara að senda með hverri færslu skilaboðin í hagkerfið það hver staða okkar versus staða hins sem að þýðir það að við værum með miklu betri stöðu ef við værum að gera upp í öðrum miðli eins og öll stórfyrirtækin hvað sem gera. Þannig að af hverju ættu við að vera að hlusta á einhver Fiat Ásgeir Brynjar Torfason það að við værum að fara að gangast undir einhver skilyrði sem ekkert fyrir hendi þegar við erum bara með þennan miðil og ég meina að Danmörk búin að pekka þetta við evruna, af hverju ættu við ekki bara að gera það sama og því við myndum alltaf koma til með að græða á því að straumlínulega hagkerfið að okkar langstærsta viðskipta aðila. Hvernig myndir þú bregðast við þessu? Já, ég myndi bara bæta betur og benda á að myntir eins og hver önnur þjónusta eða vara í raun og veru og þjóðir hafa þetta svona hlutfarslega yfirburði í útgáfu eða þjóðir eða einstaklingar í útgáfu í framleiðslu og sölu á vörum og rétt eins og við erum ekki að framleiða bíla eða til hans úr og Svisslendingar eru ekki að framleiða að selja fisk þá má þetta spyrja sig að því hvort að við varum ekki betur sett með því að vera með aðra mynd og stuttansvarið í raun og veru já, að við værum miklu betur sett með því að vera með aðra mynd og það er ýmsar leiðir til þess, annars einleið upptaka sem eða þá myntaráð sem allir mynda Hong Kong með og það athyglisvert að svona tvö af mestum efnahagsundrum 20. aldarinnar, Hong Kong og Singapúr voru bæði með myntráð hjá Hong Kong fyrir Singapúr þá breytist það reyndar smám saman yfir í sjálfstæða mynt. Þannig að það eru tvímælust mjög sterk rök fyrir því að vera með aðra mynt. En það ekki þar með sagt að það sé sterk rök fyrir því að ganga í Evrópusambandið og taka upp evruna. En út af því að við erum með 80% af okkar innflutningi og útflutningi á móti evru, væri það þá ekki alveg bara glórulaust að vera að skoða eitthvað annað? Ef við varum að reyna að komast hjá þessum fjármagnskostnaði sem að fylgir því að vera að skipta úr einni mynt í aðra. Já, ef við tökum bara þessi rök, þá það þannig að 60% af öllum vöruskiptum í heiminum eru í dollar og eitthvað í kringum 90% af gjaldeyrisviðskiptum er í dollar, þannig að þá þetta í raun og veru væri þetta í raun og veru rök með því að taka upp dollar, ekki evru, vegna þess að þetta fer mikið, vegna þess að vara allan sér flutt frá Kína til Rotterdam eða frá New York til Rotterdam og svo til Íslands og þá er kannski skráð í evru þó að í raun og veru einingin dollar eða þess grunnverðlagningin, allir hrávörumarkaðir eru verðlagðir í dollar. Þannig að þá spurningin hvernig ætlar að gera þetta að taka bara mynd.